Alma Möller, landlæknir, á línunni, hún í Skógarhlíðinni. Alma, kúrfan hún á nokkuð hraðri niðurleið. Yfirlögregluþjónninn á Norðurlandi vestra, hann sagði hérna í þessum þætti daginn að staðan væri í raun og veru 1-0 í hálfleik en leikurinn væri ekki búinn. Já, það bara vel orðið komist. Þetta auðvitað heilmikill leikur að eiga við þessa veiru og hingað til hefur það gengið vel finnst okkur en auðvitað hrósum við ekki happi strax eins og leikmenn, þeir gera það ekki fyrir búið að blása í flautina. Það ég talaði að Íslendingar hafi náð góðum árangri í þessum aðstæðum. Það að við séum fámenn þjóð og eyþjóð, vegur það þungt af þínu viti? Já, ég hugsa það og það virðist sem að minni þjóðum sé almennt að ganga betur og það auðvitað nokkrar skýringar á því. Við byrjum auðvitað mjög snemma með upplýsingar til almennings og það hefur auðvitað gengið vel að koma þeim út og fólk fylgst vel með og það án efa auðveldara hjá fámennari þjóð. Nú síðan áttum við auðvitað okkar fínu viðbragðsáætlanir og við vorum búin að ákveða að bregðast mjög snemma við byrjum snemma að mæla, við vorum fljót að greina, setja einangrun og síðan þessi smitrakning auðvitað einstök held ég á heimsvísu og að beita sóttkví, þetta hafa verið lykilatriði og svo auðvitað þessar samkomu takmarkanir og ég held að það sé allt mun auðveldara einmitt hjá svona fámennri þjóð. Ef þú horfir yfir landsbyggðina sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins, þar eru heilbrigðisstofnanir oft á tíðum tiltölulega litlar eða fámennar. Hvernig hafa þær staðið sig, sýnir sig svona almennt? Það hafa staðið sig ótrúlega vel og það hefur auðvitað mætt mismikið á og auðvitað langmest á heilbrigðisstofnun Vestfjarða og það alveg ljóst að þau hefðu ekki sökum fámennis ráðið við þetta mikla verkefni nema að því að við höfðum bakvarðasveitina. Nú öðrum hefur gengið vel á Hvammstanga, það hefur gengið vel eins og á Húsavík þar sem kom upp smit og í Vestmannaeyjum. Þannig að mér finnst heilbrigðisstofnanir hafa staðið sig vel og ég er bara mjög stolt af okkar fólki og embættið hefur fylgst með og fengið vikulega skýrslur frá heilbrigðisstofnunum og við sjáum hvernig álagið minnkar stig af stigi sem auðvitað mjög ánægjulegt. Þarf að styrkja heilbrigðiskerfið á landsbyggðunum? Já, við vitum auðvitað að það skortir eins og lækna víða og það auðvitað bara vandamál sem við sjáum í öllum heilbrigðisumdæmum og ef að einhver lærdómur sem við eigum að draga af þessum faraldri þá það auðvitað mikilvægi heilbrigðisstarfsmanna og heilbrigðiskerfa. Það núna, það hefur hlýnað í lofti, Alma, vorið eða sumarið, það kom inn að krafti, en samt sem áður þá samgöngubann. Óttastu að þetta fari eitthvað úr böndunum? Ég nú ekkert voðalega kvíðin fyrir því. Mér finnst bara almenningur svo vel upplýstur og svo vel með á nótunum. Og þetta orðið okkur svo eiginlegt hvernig við eigum að hegða okkur og hvað við eigum ekki að gera. En auðvitað getur slíkt komið upp að það komi upp eins og hópsmit út á landi og þá gildir auðvitað bara að átta sig snemma og grípa inn í. Og ég held að aðalverkefni næstu vikna og mánaða það að gleyma ekki COVID. Þó að ef að smitin eru fá að við megum samt ekki verða værukær. Það mjög mikilvægt. Biðlistar, þeir hafa væntanlega lengst í heilbrigðiskerfinu á undanförnum vikum vegna alls þessa. Það svolítið stór brekka framundan í þeim efnum að vinna sig niður úr þeim stafla. Já, og kannski hafa þeir ekkert lengst neitt mikið akkurat núna vegna þess að fólk hefur ekki farið í skoðun. Þannig að ég held að það er kannski eftir að koma og það eitthvað sem að embættið mun gera fljótlega, það að einmitt að kortleggja hvernig biðlistar hafi breyst og síðan þarf auðvitað að fara í áætlanir til að bregðast við því. En þetta nú samt held ég ekki orðin eins langur tími eins og verkfall heilbrigðisstarfsmanna 2015
og þá auðvitað mynduðust langir biðlistar og eins auðvitað hefur nauðsynlegri þjónustu verið sinnt að ákveðnu marki. Það hefur mikið mætt á landlæknisembættinu í þessu öllu saman. Alma Möller búin að ákveða hvert hún ætlar að fara í sínu sumarfríi? Hún ætlar sko eins og alltaf upp á hálendi Íslands og þá erum við hjónin yfirleitt með nokkur ferðaplön, svona kannski eitt fyrir hvert landsfjórðung og síðan förum við bara þangað sem veðrið best og við höfum verið svolítið mikið á Norðurlandinu undanfarið sumur. Á þessari sjónvarpsstöð þegar þú tókst við þínu embætti þá sagðirðu frá því að þú hefði fengið í jólagjöf skíðagöngu námskeið. Það væri nú ekki aðmannlegt fyrir Almu Möller að vera á gönguskíðum núna bara í Hólsdalnum inn af Siglufirði? Nei, það væri algjörlega það besta sem væri hægt að vera að gera núna í sól og blíðu. Og sérstaklega nú ég búin að fara í liðskiptám hér þannig að ég verður ennþá betri á skíðunum. Þú ert núna í Skógarhlíðinni þar sem að almannavarnirnar eru með sína miðstöð. Þitt daglega líf, það hefur tekið ótrúlega miklum breytingum væntanlega. Já, við þetta sem erum hérna í framlínunni og margt á okkar samstarfsfólki, við gerum þetta fátt annað en vinna og hingað við komin svona 7:30 og erum hér bara fram að kvöldmat og þannig hafa bara dagarnir verið en við svona erum nú að vonast að fara eitthvað að hægjast Alma Möller, landlæknir, þakka þér fyrir að gefa þér tíma til að spjalla við okkur. Takk fyrir og góða kveðju norður.